Komið sæl öll, það komið að spili dagsins. Eða spilum dagsins því að þau eru 3. Við skulum sjá hvað dagurinn ber með sér. Fyrsta spilið sem heitir Identity eða auðkenni, einkenni, auðkenni, sjálfsmynd getum við líka sagt. Og þarna eru lykilorðin að samþykkja, vera meðvitaður sjálfan sig og skoða hluti. Unga konan á myndinni er að minnast farinna tíma. Hún er í smá nostalgíu hugsunum og er að hugsa hvert barnæskan hennar fór og hvað varð þau ár. Þegar hún var yngri vissi hún hver hún var, en í dag veltir hún stundum fyrir sér. Hver er ég eiginlega? Og hvernig hef ég breyst í gegnum allan þennan tíma? Og spurningarnar hennar snúast í raun og veru hver það er í speglinum sem hún er að horfa á. Og svo er hún líka að horfa þarna á mynd af ungri manneskju sem er ef til vill hún sjálf og hún er svona að bera saman. Einhver ykkar gætu verið í einhvers konar hugleiðingum varðandi þetta. Kannski eru þau að uppgötva nýja hlið á sjálfum ykkur í dag. Eða þau eru í einhvers konar krísu með sjálfsmyndina ykkar. Og það er bara þroskamerki ef að svo er, því að þá er komið að verkefni fyrir ykkur að reyna að finna út úr því og finna hvert ykkar sanna sjálf er. Við þurfum öll að spyrja okkur að þessu einhvern tímann á lífsleiðinni. Manneskjan sem hélt upp á 8 ára afmæli sitt, hún er ekki sama manneskjan og hélt upp á 18 ára afmæli sitt. Mikill munur þar á. Og þetta er jákvætt því að við þroskumst öll gegnum árin og breytumst. Og þetta spil færir okkur í raun og veru sannindin það að við getum breyst þegar við viljum. Við höfum valdið til þess. Ef til vill erum við ekki sátt við manneskjuna sem við erum. Við getum verið að komast að því að við erum neikvæðri heldur en við vildum vera.
Ef til vill líkar okkur ekki við fordóma í fari okkar sem við erum alltaf að reka okkur á þegar að svona ýmis málefni koma upp. Ef til vill einhver sem bendir okkur á það að við séum, kannski orðin bitur með aldrinum. Kannski erum við ekki nógu opin fyrir nýjungum. Og ef til vill erum við bara búin að gefast upp á lífinu. Þetta eru svona spurningar sem að koma upp með þessu spili. Við þurfum að skoða þetta vel og finna út hvað er að virka fyrir okkur, hvað viljum við og hvað viljum við ekki. Við getum öll skipt grímu eða tekið grímuna niður. Það er í okkar valdi. Það getur enginn gert það fyrir okkur. Og best er auðvitað að vera maður sjálfur. Það er ekkert, það jafnast ekkert á við þá frelsistilfinningu sem að umlykur mann og nær inn í dýpstu hjartarætur þegar maður getur verið virkilega maður sjálfur, þegar maður þarf ekki að hugsa hvað maður er að gera, hvað maður er að segja, hvernig maður á að vera. Og þá er ég ekki að tala að maður eigi bara að skiljiði haga sér eins og fáviti. Það er ekki málið. Nema þú teljir bara þig sjálfan vera það. Ég efast samt að nokkur vilji hafa það sem sanna sjálfsmynd. Þið skiljið hvað ég er að meina. Bara þetta að geta verið skrýtin, geta verið öðruvísi. Geta bara verið latur ef að manni sýnist svo. Geta brostið í söng ef að manni sýnist svo. Geta tjáð sig á þann máta sem að manni finnst þægilegastur, hvort sem það er í orði eða með gjörðum. Og það þurfi ekki sífellt að vera á varðbergi. Og vera alltaf að hugsa hvað öðrum finnst. Ok, þetta eru skilaboð dagsins. Svona, kjarninn í þeim. Og krákuspilið, spegillinn, sem ég var að tala áðan, að horfa á okkur í speglinum. Þú þarft að vera sáttur við þann sem þú sérð í speglinum. Speglaspilið heitir blekking, illusion. Hefur einhvern tímann verið algerlega fullkomlega 100% vissum að einhver staða hafi verið eða sé svona eða hinsegin og komist síðan að því að hún var það bara alls ekki. Það var bara lygi eða blekking. Öll höfum við eflaust upplifað það. Blekkingin getur komið fram í því að fólk setur upp grímur. Þú getur sjálfur verið að setja upp grímur og þessi spil eru algerlega að tala saman, þessi tvö, og vil ég sjá númerið. 24. Þetta er eitthvað fyrir tannarspekingana. 2x24. Ég sverða, krakkar, það er ekki hægt að skálda þetta stundum.
þó ég fegin vildi og fólk veltir stundum fyrir sér hvort að ég sé að velja spilin sem ég að leggja og svona eitthvað. Bara alls ekki. Og þið horfið á mig stokka og bara, það eru bara engar tilviljanir. Svona gerast hlutirnir bara. Þetta sem sagt bara tvöföld staðfesting á þetta með að skoða sjálfsmyndina, gríman, ertu með grímu? Hver með grímu í kringu þig? Hver ert þú í speglinum? Og já, þetta með að vera ekki að velta sér upp úr því hvað öðrum finnst. Það er mjög mikilvægt og af því að ég var að tala um þetta að fólk er stundum að svona í að því að ég sé að velja spilin sjálf og eitthvað. Sko, eins og ég sagði, það er bara alls ekki málið, en sko mér er í raun og veru bara alveg sama hvað fólki finnst eða hvað fólk heldur það. Fólk verður bara að eiga það við sig sjálft. Það er það bara eitthvað óöryggi þeirra sem er verið að reyna að varpa yfir á mig eða einhverja aðra. I'm just doing my thing, sagði einhver. Þetta er skilaboðum það til ykkar. Ég ætla aðeins að lesa klára skilaboðin úr bæklingnum. Ok, það er verið að tala um þegar að þú þegar þú ákveður að hlutinni séu á einhvern hátt, það kemst síðan að því að þeir eru það ekki. Og þetta getur líka átt við svo mörgu. Núna á þessum dögum skilaboðana, þú sendir til dæmis skilaboð og manneskja svarar ekki strax og það líður einhver ákveðin tími og þú ert búin að ákveða, ok, hún vill ekki tala við mig, hún er í fíl út í mig, hún er að reyna að fela sig og þú ert orðinn, argur og pirraður og allt það og svo kemstu síðan að því kannski einhverjum klukkutími seinna eða daginn eftir að þú gleymdir sjálfur að ýta á send. Skiljiði. Það er það sem við erum að tala um ekki gera ráð fyrir að hlutirnir séu á einhvern hátt því að það er ekki alltaf þannig. Það er stundum einhver blekking í gangi af því þetta spil fjallar um blekkingu. Að það er eitthvað sem að þú sérð ekki eða veist ekki sem að gæti verið að villa þér sýn eða valda því að þú taki hlutunum á einhvern hátt sem að er síðan ekki. Þetta getur líka átt við þegar við sjálf erum í afneitun og neitum að horfast í augu við hlutina eins og þeir eru. Ok, nóg um þetta. Þetta eru skilaboð dagsins. Það er að segja þetta með sjálfsmyndina. Vertu viss það hver þú ert. Og jæja, nú vil ég spilin taka á flug Og að þú sjáir hlutina eins og þeir eru. Og eftir vill er þetta líka, það er svona undir þeim að hafa skýr samskipti og fá hlutina á hreint til þess að þessi blekking sé ekki til staðar eða sé ekki að villa Þannig að það er gott að fá staðfestingu, alveg eins og þessi spil er að staðfesta hvort annað með
í raun og veru sama boðskap, sama númeri, að fá staðfestingu á einhverju. Það eru líka skilaboðin til ykkar í dag. Og ég var búin að gleyma, ég var búin að draga hérna þetta spil. Kannski bara dreg ég annað. En það ekki bara. Ok. Þessi fallegu skilaboð hérna. Hjarta mitt dansar af gleði og hamingju því hver dagur er gjöf. Þannig að þó það sé kannski einhver smá krísa eða miskilningur eða blekking eða eitthvað í gangi, gleymd ekki gleðinni og hamingjunni og gleymd ekki að njóta dagsins og þessi dagur verður góður hvað sem öðru líður. Þetta er bara verkefni sem við ætlum að takast á við. Vá, og hitt spilið sem ég dró, sjáu þessa fallegu liti í þessum spilum. Þessi spil eru ótrúlega falleg, þau heita Vegvísir kærleikans. Guðlaug Snorradóttir. Ég veit ekkert meira um þau. Bara ef þið rekist á þau, þá verður þau þessi virði. Kærleikurinn umvefur allt og alla. Hann græðir og heilar sálu mína. Þetta fer alveg inn í innstu hjartarætur. Þetta eru skilaboðin til ykkar í dag. Takk fyrir að horfa og hlusta. Ljós og kærleikur til ykkar.